Hæ! Ég var að taka þetta make-up look upp en ég spurði ykkur á Snapchat áður en ég byrjaði á þessu öllu saman hvort að þið vildu sjá hárrútínu, hárþeng sem ég geri við mitt dauða hár og bara ykkur að screenshotta og þið screenshottuðuð like crazy, þannig að gjörið þið bara svo vel. En sem sagt, hárið á mér er óbúðslega fínt og óbúðslega mjúkt og þegar það er alveg hreint, bara sérstaklega eftir djúpnæring og svoleiðis, þá er það bara flatt og það er flatt núna nema ég er með sem sagt smá sísalti, ég segi ykkur það allt saman. Ég nota mest vörur frá Label M. Shampoo sem ég er að nota núna er samt frá sömu línu og þetta hérna, þetta er gulllínan frá Vella, Lux Oil og lyktin af þessar olíu, hún er get ekki. Ef ég er ekki að nota þessa olíu, þá er ég að nota Label M olíun á fjólblái, hún er líka lyktin, þar er bara, maður langar bara, nei þetta var ljótt, maður langar bara að borða þetta. En sem sagt ég þæ mér upp úr og líka því ég er með svo mikið lítið hár og ég er búin að aflita það svo oft og svona, þannig að ég bara reyna að hugsa vel hárið á mér. En ég þvæ mér með shampoo og næringu max einu sinni 2 í viku. Af því að bara hárið þarf ekki á meira að halda. Ég bara gera það ekki, hárið á mér verður líka bara svo fínt. Mér finnst stundum best bara að gera með vatni. Ef mér finnst ég eitthvað svona ef mér finnst það eitthvað of stamt eða eitthvað, þá set ég bara eina pumpu af næringu og það er bara nóg. Núna sem sagt er ég ekki búin að þvo mér hárið síðan, hvað er ég að ljúga ykkur? Það hafi verið á mánudaginn, það er 50 En ég er samt búin að fyrir sturtu á hverjum degi og stundum 2. En þá, og svo sem sagt eftir sturtu þegar hárið er blautt, þá set ég eiginlega alltaf olíuna í það, 1-2 pumpur og ég er nú ekki með mikið hár, þannig að 1 pumpa er alveg nóg. Og þið vitið það þegar ég setja olíun í ykkur eins með næringu að ekki setja hana bara því að þá kannski fáið ég bara glansinn og eins og svona fituskán eða fituglans svona bara hér. Þannig að alltaf að byrja á endunum og svona vinna sig upp og í rauninni þarf maður ekkert að setja olíu endilega í botnin, það er oftast endarnir sem þurfa olíuna að halda. Og eiginlega eins með næringuna. Þegar hárið er blautt, þá spraya ég alltaf sísalt í það. Af því að hárið mitt er svona fínt og dautt þegar það er hreint. Þá finnst mér geðveikt að fá sísaltsprayið í blautt hárið og ég gerir svona, ég spraya það oftast svona bara inn í skiptingar og svo svona yfir allt, þannig að það fari líka ofan í rót. Svo blæs ég á mér hárið og þegar það eru þurrt með sísaltinu í, þá er það pínu stamt af því þetta er salt, þetta er sísalt og sem sagt, passa sig að nota ekki of mikið af því þá verður það bara svona crunchy eiginlega og kannski að maður ekki alveg að biðja það, en ekki of lítið heldur. Og munið það er betra að nota vörurnar sínar og klára þær og þurfa að kaupa nýja, heldur en að eiga þær, spara þær of mikið þannig að þær eyðileggist og þið þurfa að henda þeim og kaupa nýjar. Notið það sem þið eigið. Þetta kemur í allt í frekar stórum umbúðum, eins með allar snyrtivörur. Notið þær, ekki spara þær of mikið. Það er miklu skemmtilega að fá sér bara aftur, heldur en þær renni út eða eyðileggist eða mikli eða eitthvað. Notið þær. Ég veit ekki hversu mikið af hárvörum, kremum og drasli ég hef hent af því ég var að spara eða eitthvað svona kjaftaði. Það fyrir getið töðanum. Þannig að núna er ég bara crazy í sprayunum. Allavega, eins og núna er ég með eitthvað smá sísalt og þess vegna get ég svona smá gert eitthvað við hárið á mér, annars væri það alveg dautt. Svo nota ég alltaf púður, lyftiduft, kallast bara lyftiduft eiginlega. Ég nota brúnt af því ég er með dökka rót og ég hef alltaf verið dökkhærð, en þó ég sem ég ljósa enda. Það er til ljóst líka og núna er reyndar allt komið í brúnt sem að ég fíla geðveikt. Þetta er frá Label M, sísaltið er frá Label M. Það er bara 4 gött á þessu og maður heldur sér satt á lokið og ítir. Þannig kemur það. Og ég set þetta í rót. Þá ger ég svona og hristi þetta aðeins. Nú kemur virkilega geðið mikið púður í loftið. Ég veit ekkert. Svo næstu skiptingu og hræri í og svo tek ég bara, ég reyni alltaf að setja þetta í rótina af því þannig virkar það best. Sjáu bara svona og að koma við rótina er bara orðið skrítið af því að þetta er onni. Sjáu þið, þetta er bara duftið.
ég elska þetta. Ég get ekki verið án dufts. Svo setjum ég þetta aðeins hérna. Og ég vil náttúrulega frekar nota þetta brúna af því að hvíta getur látið þetta lúkka sem flösu eða látið rótina vera svolítið gráa ef að hvít duftið. Svo glimmer í þessu brúna. Svona smá, mér finnst það ekki leiðilegt. Svo bara setja þetta svona allstaðar og bara hristi upp í þessu svo þetta dreifist. Svo reyni ég líka að setja hans aftan á og þá ger ég bara eitthvað. Og svo stundum enda ég á einhverju svona og hristi. Til þess að bara dreifa þessu og fá þetta út allt. Og þið sjáu það alveg, þú veist, að koma við þetta, það svona stamt onni í rótinni. Þetta svo mikið snilld, sko. Stundum þarf ég ekkert meira en þetta. Nú ég bara komin brjálæðislega góða lyftingu. Tada! Ég hvað eins og? Eitthvað 80s, gold, guiding light, eitthvað. En ég byrja á þessu. Svo nota ég líka Brunette Texturizing Volume Spray. Brunette fyrir okkur brúnhærðu, væntanlega, af því að hitt venjulega Texturizing sprayið hvítt og þá getur maður aftur fengið svona grátt. Þessu spraya ég líka inn á milli skiptingar. Og líka svona pínu yfirallt, af því þetta í rauninni, sko, ég ætla ekki að sverja fyrir það. En þetta kom á eftir dræsjampónu og þetta semi-dræsjampó en með haldi líka. Ég held, ég með dræsjampó hérna sem algjör snill þegar maður fyrir að glansa í rótina að spraya aðeins. Svo til dræsjampó Brunette og það fyrir þær sem eru brúnharðar. Ekki bara dræsjampó, heldur líka hægt að covera rótina ef hún orðin pínu leiðileg. Þá bara spraya maður honi og það algjör snill. Ég held að Tanja Beauty by Tanja hafi sýnt þetta á vídeói og Makeup by Tinna TH, ég held að hún hafi líka gert það. Þetta algjör snilld. Og ég nota þetta bara til þess að fá ennþá meira loft í hárið af því að hárið á mér verður að fá mikið loft og það verður að fá áferð og ég vil fá spray í hárið á mér. Og munið það líka, þið verðið að nota vörurnar til þess að það virki. Þegar þið fáið leiðbeiningar á stofum hvernig á að nota þetta og ykkur finnst að kannski nota þetta svaka mikið. En við erum í rauninni að nota þetta, sýna ykkur hvernig á að nota þetta af því að þetta virkar. Og ef þið bara, eins og ég heyrði einhverja segja daginn sem að sá, ég man ekki hvort hún sá mig nota þetta eða hvort að ég var bara nálægt, en þá vorum við að nota svona og hún sagði, vá, ég sprauta aldrei svona miklu. En þá náttúrulega virkar það kannski ekkert. Þú veist að við viljum fá þetta í allt hárið og eins og hárið á mér, það allt flatt, ekki bara hér. Þannig ég vil líka spraya aftan á og svo bara hræri ég í því. Og núna því ég með svona sítt hár, að þá ég ekki að nota mikið á svona klístri og svona mótunarefnum, heldur bara þetta. Og til þess að halda því, þá nota ég bara venjulegt hárspray. Og ég bara móta það bara eins og ég vil hafa það. Og svo spraya ég bara. Og stundum ef ég vil hafa það alveg mega eitthvað hátt og crazy, þá náttúrulega erum við að tala um að túbera. En oftast þetta bara svona og svo hræri ég bara í því reglulega. Þannig að sísalt frá Leibulem í blautt hár. Blása hárið, já og svo slétti ég þetta af því að hárið á mér eitthvað bara rugl. Brúnt duft, onni rót, Texturizing Brunette yfir allt og svo hárspray til að halda. Ég vona að þið, ég fór kannski hratt yfir þetta en þetta allt svona eitthvað en þetta það sem ég vildi segja ykkur. Þetta ekki allt annað líf? Mér finnst þetta alveg skemmtilegt. Svo líka gaman að vera með svona síðan topp af því þá getur maður alltaf gert eitthvað. Þetta mjög langt síðan ég hef eitthvað greitt mér öðru í sem slétt hár. Þetta kannski að vera að taka upp á því aftur. Ég að fara á hárgreiðslunámskeið í London eftir 10 daga. Ég spyr ykkur örugglega snabbt hvort þið vilji koma með mér þangað. En ef einhver hefur áhuga að sjá hvað í gangi þar. Þetta verður nú bara bölvað fyllir í annars. Djók, ekki djók. Heyrðu, ég hef aldrei greitt mér svona eitthvað. Nú eins og ég sé bara fullt af síðu hári. Þetta svolítið skrítið.
En ok, ég vonandi að kenna ykkur eitthvað, þið megið spyrja mig að þið viljið út í þessar vörur. Þetta allt frá Label M sem ég að nota. Fæst á Zone, þar sem ég að vinna. Og Label M á fullt á stöðum í Reykjavík og út allt land. Svo ætlum ég bara að enda á að sýna ykkur hárbursta minn. Ég ger alltaf grín að því að ég ætlaði aldrei að kaupa hann af því ég var ekki með hár. Ég hef alltaf verið mjög stutthærð. Nei, ég get ekki verið svona. Og þetta fyrsta skipti, ég veit ekki hvað lengi sem hárið á mér í einhverju sít. En ég á hárbursta sem ég keypti mér bara því mér fannst það svo fallegur. Og hann hangir upp á vegg hjá mér. Og vinkona mín ætlaði að fara að nota hann daginn og ég var bara, ertu eitthvað? Þú veist, þetta ekki hárbursti til þess að nota. Til þess að syngi eða bara hafa upp á vegg. Ok, ég ætlaði að hafa það stutt. Ég vona að ég hafi ekki bladrað of hratt eða of mikið. Þá horfið ég kannski bara aftur og gáðu ekki skilja mig. Eða spyrið. Ég svara. Takk fyrir að horfa.